Sælöldsumul. Verið velkomin í hlaðvarpsþáttinn Tveir kallar í boði Sólbáðsstofunnar, Sætir strákar og flugumferðarstjórar samtökum Norður Múlasýslu. Af hverju eru við ekki með spons? Ég meina, þú veist, vita fyrirtækin ekki að það eru, þú veist, það er alveg bara eitthvað 20 manns eða eitthvað sem er að horfa á þetta á YouTube. Það eru rosa margir að horfa á þetta á YouTube. Sko, af hverju, stundum hugsa ég, fyrir hvern erum við að setja þetta á YouTube eiginlega? Ég hugsa þetta þannig, við erum eiginlega bara í mynd til þess að geta verið með þetta Instagram content, sko. Já, að því að verið með mynd að það bara hendur þessu á YouTube, en ég meina, hver er að nota YouTube í dag? Sko, ég hlusta á alveg slatta podcastum. Ekki á YouTube? Nei, ég sagði ég hlusta á slatta podcastum. Já, ekki á YouTube. Og mjög mörg af þeim eru líka á með myndbönd. Og stundum kemur eitthvað svona að maður hefði þurft að sjá það. Já. Ég tek aldrei á því, mér er alveg sama. Ég horfi aldrei á þetta. Nei. Og líka, þú veist, ég er eitthvað neginn, svo ég tali okkur áfram niður, sko. Ef ég sest niður og ætla að horfa á eitthvað, þá ætla ég ekki að fara að horfa á okkur að tvo kallar að tala saman. Þú veist, ég get bara hlusta á þá að minn er keir. Já, en það er fólk að gera það. Já. Við sjáum semst að það eru fleiri en 20 að hlusta á þetta. Það er aðeins fleiri en 20 að hlusta. En YouTube, við verðum seint, ég held að sem ekki að fara að fá hana svona viðurkenningaplattana sem að YouTube sendir út þegar hún nærið þérna milljón áhorfum. Nei, það verður kannski þegar við verum döðir. Já. Kannski fá afkomendur okkur það. Já, veit. Maður veit aldrei hvað gerist. Maður veit aldrei, sko. Nei. Já, en við þökkum, hvað var það? Flugumferðarstjóra samtökum Norður Múlasýslu kærlega fyrir þykkan stuðning. Ég setti einu svona grín að því að nú sé ég að setja inn hlaðvarpið okkar inn á samfélagsmiðla og eftir að þú ert búin að svona taka út og svona vera með verkaskiptingu og ég setti sem sagt yfirleitt lest þú yfir texta og býrðan til nema ég bætti aðeins við daginn og bætti við sko þessi þáttur var í boði og þér fannst það ekki fyndið? Nei. Akkur ekki? Mér fannst að vega að hún Gunda okkar. Já, meinar. Gundi sem að sér Instagramið okkar. Já, ég skil. Hann er bara sinn eigin karakter og hann hann þarf að fá að eiga sjálfstætt líf. Ok. Mér fannst það bara að fyndið, sko. Mér fannst ógeðslega að fyndið að þessi búð væri að sponsa okkur. Já. En það er bara ég. Það er sennilega bara þú. Já. Eigum að fá lítið stef? Viltu fara að brasa strax? Nei, ég ætla að fara að binda í eitthvað dagsins. Já, þú vilt fá eitthvað? Það er eitthvað dagsins. Velkomin í eitthvað dagsins hjá tveimur köllum. Það verður með óhefðbundnu sniði í þetta sinn. Nú? Já. Og það er innblásið af þér. Þú ert að fara eitthvað rugl núna. Það er að fara rugl. Já, ok. Það kom hérna fyrir ég held að það hefur verið þáttur 8. Þá var þitt eitthvað í fyrsta skiptið, það var brotið blað í sögu þáttanins. Það var ekki hvað getur við sagt, samfélagsmál, jafnréttismál, eitthvað svoleiðis, heldur var það flokkun á ám. Sem er eitthvað svona furðulegasta sem ég hef lent í, en það vakti samt upp þessa sá gjörningur vakti samt upp þessa spurningu, sko, þurfum við að einskorða okkur við þetta eða má eitthvað dagsins vera sannarlega eitthvað? Þetta innslag mitt er sennilega það sem að hefur valdið mestum ágreiningi á milli okkar. Þetta leiddi af sér umræður, djúpar umræður hvað við værum eiginlega að gera og hvað eitthvað væri og ég var brjálaður. Hvað er þessi þáttur eiginlega? Og ég var eitthvað svona, sko, ef að eitthvað dagsins er ekki bara eitthvað, heldur er vísinda hotn jafnréttismál, þá verður þú að segja það séu þínar væntingar. Og eitthvað svona. Og þá vorum við svona að pæla og eitthvað dagsins er vissulega eitthvað samfélagsmál og eitthvað svona beist, en eitthvað dagsins er líka bara eitthvað sem er mjög áhugavert. Og bara gott fyrir ykkur að vita þetta. Bara eitthvað? Já. Þannig að ég er bara spenntur. Og talandi
gott að vita eitthvað dagsins í dag er pub quiz. Er það að fara að spurja mig? Ég er með spurningar tilbúnar. Nei. Og þú ætlar að reyna að svara. Ói, Haukur. Og þetta er líka ekki neitt, Haukur. Ég er heimskasti maður í heiminum. Fyrir hlustendur. Ha? Nú geta þeir hlustendur reynda að svara spurningunni sjálf, eða sjálfur. Bara heima að sér? Já. Bílum bara? Bara aðtuga hvort að þau séu með svarið eða ekki. Af því ég segi svörin alltaf jafnóðum, sko. Já, en á ég ekki að svara? Jú, þú ætlar að reyna að svara. Ok. Þetta er sem sagt þetta er eitthvað kemur úr frá því, en það er smá forsaga, sko, að ég var, sko, lengi vel með pubquiz sem heit Barsvar á Rosenberg. Já, varst þú með það? Já, ég og Snæbjörn Ragnarsson eða Bibbi í Ljótu Halvvitunum og Skálmöld við vorum saman með þetta. Og þetta var í mörg ár og var gífulega vinsælt og vel sótt og það er rosalega gaman að halda svona pubquiz, en það er líka alveg svínslega mikil vinna þegar maður er kannski eins og við vorum með eitthvað númer 58 eða eitthvað. Og kannski fastakunnar eða? Já, mjög mikið fastir gestir, sko. Að reyna alltaf að vera að reyna að finna eitthvað nýtt, sko. Það var til þess að með árunum safnaðist upp mikið safn af spurningum sem að ég á, og þetta er ekki, nú er ég bara að ná í svona, hvað segja, gamla spurningar. Okay. Þannig að það er ekkert current hérna. Aja. Fyrsta spurning, byrjum þetta bara auðvelt. Okay. Hvað heitir Superman réttu nafni? Kane. Ha? Kane. Já. Nei, það er ekki rétt. Þetta átti að vera trikk spurning. Okay. Flesti segja að Superman heiti réttu nafni Clark Kent. Já, það var það sem ég var að meina. Já. En það er ekki rétt. Nei. Af því að það er í rauninni líka dulnefni hans á jörðinni. Hann heitir Bruce. Nei, var það grónar. Ertu að hugsa um Bruce Wayne? Já, Batman. Já, nei, það er ekki Superman, sko. En Superman heitir þetta réttu nafni Kal-El. Það er nafnið frá hans heimaplánundu, sko. Já, auðvitað. Já. Manna núna. Yes. Næsta spurning. Hvað eiga Austurríki, Kanada, Japan, Pólland og Sviss áberandi sameiginlegt? Ég les löndin aftur. Austurríki, Kanada, Japan, Pólland og Sviss. Áberandi sameiginlegt. Þau eru öll með A í nafninu sinu. Ekki Sviss. Svissa. Svissland. Nei, mann sjá, þetta er ekki eyjur. Nei, veistu það, ég veit ekki. Þau eru öll með rauðan og hvítan fána. Ok. Margir hlustendur voru með þetta. Ekki? Þessu fá mikið alveg kannski viðbrögð frá. Já, viltu viðbrögð? Já. Þarna. Herru, þú ert mikið í bakstri. Já. Næsta spurning er gæti hendað. Ok. Hvað er búið til úr eggjahvítum og sykri? Þú náttúrulega notar ekki egg. Nei, en ég nota kjúklingabunarsafa. Þetta er Marens. Það er rétt. Þetta er Marens. Það er gott að nota kjúklingabunarsafa og sykur og svo cream of tartar. Pínu lítið. Þá Marens. Solid. Ok. Já. Prófum það. Herðu. Getur kannski breytt þessari spurningu í það bara. Já. Ég ætla að velja eina af því að þú ert mikill áhuga maður Batman, herri. Já. Ætla ég velja eina. Bruce. Sko, bæði Bruce Wayne og Emil í Kattholti eiga sér góðan vin og traustan ráðgjafa í manni sem vinnur og býr heima hjá þeim. Þeir heita báðir sama nafni. Hvaða nafni það? Connor.
hann Connor í Emil í Kattholti. Já, Conny. Baldur og Conny. Já. Nei, þetta er Alfred. Alfred? Já. Manst þetta er Alfred vinnumanni í Emil í Kattholti? Nei. Og hérna Britanum hans, Bruce Wayne. Já, ég mann það. Heitir hann Alfred? Alfred. Já. Já. Heyrðu. Já. Þú ert líka mikil dýravinur. Já. Þannig að hérna kemur dýraspurning. Nú þarftu að hugsa, sko. Leðurblaka? Nei. Nála því samt. Hversu margar klær hefur svartur köttur sem mist hefur vinstri framlappuna? Númer 1, ég veit ekki hvað kettir hafa margar klær. Okay. Þannig að gefum okkur að kettir hafi jafnmargar og hundar. Okay. Sem ég veit ekki heldur hvað eru margar. Okay. En gefum okkur að samt. Það var svona cirka 5 sinnum 5. Já. Þannig að ég ætla að skjóta þessu fleiri á köttum. Ég ætla að segja að þetta sé svona mínus, ok, ég ætla að segja að þetta sé 28 mínus, ég ætla að segja svona 21. Kló. 28. Total. 7 á hverju loppu. 7 á loppu. Já. Það er með svona litlar og svona. En sko, hversu margar klær hefur svartu köttur sem mist hefur vinstri framlappuna? Skipta það ykkur máli? Af hverju ætti það að skipta máli? Veit það ekki. Nei. En þessi vinstri framlappana, hægri framlappana? Nei. Þetta er eina uppáhaldsspurningunum mínum, en það er bara því að hún er svo lúðaleg. Rétt svarið 13. Já, nokkuð nálætti. Af því að kettir eru með þess að eru með 4 klær á afturfótum og 5 á framfótum. Ok. Þannig að þá erum við í 18. Já. Og svo vantar á hann vinstri framlappuna, þannig að 18 mínus 5 eru 13. En það eru vísbendingar í henni, sko. Ok. 13 er óapatala. Já. Svartu köttur, óapa. Og hann misti vinstri framlappuna. Og í nokkrum Asíulöndum þá borað mikla gæfu að köttur noti vinstri framlappuna til þess að svona strjúka sér á bak við eyrað. Já. Þess vegna er til dæmis á mörgum svona austurlenskum veitingastöðum þá er svona vélköttur sem er svona að veifa vinstri lappinni, hefur sér svoleiðis. Það er því að það búa svo mikla gæfu. Svo bara stingur honum í samband og það er bara endalaus gæfa. Þetta var enda mjög áhugavert. Já, þannig að þetta er sérst mikill óhapa köttur af því að hann er ekki með vinstri framlappu, hann getur ekki búið að gefu. Vá, þetta var svakalegt. Lúðalegt maður. Þetta var góð spurning. Hvernig er þið starffræði? Ég er búið með starffræði 611 í menntaskóla. Er það gott eða? Já, þú bara ég tók alla starffræði. Hver er þversum hann á 611? En ég er mjög lélugur í starffræðins og ég skil ekki ennþá hvernig mér tókst að útskrifast af náttúrufræðibraut þar sem er ógeðslega mikið starffræði. Ég held að þessi hann er enda svo flókin. Hvað er þversumman? Já. Ég veit ekki hvað þversumma er. 6 + 1 + 1, 611, 8. Skýtur einhver. Nei, ég er ekki mikið að nota þversumur í dag, sko. Nei. Hefur þú þurft að nota þversumur nýlega? Já, bara áðan. 611. Ertu með ertu í mental mindspace fyrir smá erfiða þraut? Já, alltaf tilbúin. Tilbúin? Já. Einn maður leysir flækju á 3 mínútum. 2 menn leysa flækju á 2 mínútum eða hjálpast að. Já. Ok. Hversu fljótt geta 2 menn leyst 5 flækjur? Ok, einn maður Ef þú ert bara einn, þá ertu 3 mínútur að leysa. Eina flækju. Ef það báðir hjálpast að, þá eru þeir 2 mínútur að leysa eina flækju. Ok. Og svo ertu með 5 flækjur, bara hversu mögulega hratt geta þessi 2 menn leyst 5 flækjur? Ok, þetta eru 2 menn, 5 flækjur. Já. Ok, þannig að sko, ef við gerum hérna 5 x 3, 3 x 5 eru 15 og þeir eru 2 með 5,
2 mínútur 5.10, já, er það ekki er ekki 2 menn 10 mínútur að þessu eða? Já, er hjálpastað með allar flækjunar Já. Jú, þeir myndu vera 10 mínútur eða hjálpastað með allar flækjunar Er það loka svar? Viltu vinna 1.000.000? Nei, hérna Hanna, já Er það loka svar, Þorsteinn? Já, ég kemst ekki inn annar en einstu Það er trikk í þessari spurningu, hún er ógeðsleg Sko, einn maður leysir flækju á 3 mínútum þannig að það er fljótlegra fyrir þá að leysa í sikkur lagi á sama tíma 2 flækjur þannig að ef þeir eru í sikkur lagi og leysa eina flækja mann, þá tekur það 3 mínútur svo gerir það aftur, þá tekur það 6 mínútur þá var ein flækja eftir þeir hjálpast að við hana, þá var 8 mínútur Það mun samt ekkert mjög miklu 2 mínútur til að frá Þessi er óþverri sko, ég man eftir því þegar ég var með þessa þá varð allt vitlaust En þegar þú segir þetta salurinn svona bara svona koðnaði bara svona niður fólk bara svona var bara alveg þetta er svo pirrandi, þetta er svo augljóst hvernig það er svo augljóst 10, það er ekki 10 og svo þegar það fatta þetta eða þú veist, þegar ég fór yfir svörin það voru bara einhver 2 hópar með þetta en samt er þetta svo mikið svona auðvitað Ég meina þetta er bara basic, skilur þetta er fáránlegt að maður hafa ekki fattað þetta það er mjög skemmtilegt Ég er bara skammast mín Nei Jú Heyrðu Ég bara vonsviki mig sjálf að mig núna Spurtur umdeildan leiðtoga Leiðtoginn fættist í Stokkólmi í Svíþjóð og vakti athygli fyrir óhefðbundna skólagöngu og þáttöku í verkfallsbaráttu fyrir að tala opinskátt baráttumál sín á ráðstefnum og hitta marga áhrifumestu ráðamenn heimsins Hver er leiðtoginn? Leiðtogi Engin önnur vísbending Er hann lifandi? Hún er lifandi Óhefðbundin skólaganga Já, þetta er Greta Thunberg Greta Thunberg er rétt svar Rétt eða ránt Boris Johnson er með svarta belti í karate Ég ætla bara að segja ránt, það getur ekki verið Auðvitað ránt, segir þið sjálft En bara að einhver spyrja um þetta var til þess að sumur voru bara hvað af hverju ætti hann að vera að spyrja um þetta ef þetta var ekki rétt og giska á rétt sem vist ekki Já hvað er þetta? 1 viðbót? 2 viðbót? Já, þetta er þitt Já, ég bara sko tíman sko Áhörundur eru örugglega bara alveg að missa sig þau eru örugglega bara öll á YouTube bara örugglega með bara áhorf það er reyndar að því vorum að, þú veist, segja bara 20 að horfa það er reyndar alveg eitt vídeo sem fekk yfir 1000 áhorf og ég skil ekki hvað þetta fólk og annað yfir 500 bara hvaðan kom það fólk allt í ég skil það ekki okay. Það eru reyndar elstu þættinir, fyrstu kannski voru þetta er tilgáta hjá mér sko kannski kom eitthvað í ykkur svona manóspyr umhverfi það var bara, heyrðu helvítis Steini Vagina og leiðilegasti gæin á internetinu þeir eru saman með eitthvað podcast núna þú veist, þeir eru eitthvað drulla yfir bla bla og svo tekkar á svo við erum bara eitthvað að vera krútlegir og frá eitthvað berskjald okkur og gera eitthvað rugl og þá bara hætta það að tekka það var ekkert upp úr þeim að hafa það er mín tilgáta já, mega sens já, herðu hvernig ertu í strumbunum? Herðu ég fjallaði nú strumpana í kynjafræði í vetur þannig að ég efast að þetta sé þannig spurning þá hlýtur að vera með þetta sko, strumpurinn sem baka mikið hann heitir bakarastrumpur og strumpurinn sem er alltaf að rekja hann heitir rekjastrumpur og strumpurinn sem er alltaf sofandi hann heitir letistrumpur og handlagnistrumpurinn heitir smíðastrumpur en hvað heitir strumpurinn sem er sjálfselskur passar mikið upp á útlitið og horfir stanslust á sig í spegli Þetta er strumpa? Nei Ha? Nei
Þetta var ekki kynjafræðspurning. Henni samt lýst svona og það einmitt það sem við fórum yfir. Nei, strympa ekki sjálfselsk. Henni lýst sem sjálfselskri dramatík, já, í upprunalega textanum. Þegar hún kynnt til leiks þá sko Kjartan Galdrakall að gera þeim grikk. Hann býr til strympu eða ekki? Já. Og allar svona að gera það versta sem hann getur gert við strumpana, það að búa til strympu. Og svo svona efnisinnihaldið og það alls konar svona eitthvað. En hver á strumpabandið? Strumpaband? Já, það eitt strumpaband. Ok, ég veit það ekki. Hver eru foreldrar? Ekki hugmynd. Það veit enginn, storkurinn kom með hann. Aha. Vá. Herðu, býtum við, sem alltaf að horfa á þessi speglinu. Hvað heitir strumpurinn sem sjálfselskur, passa mikið upp á útlitið og horfir nær stanslust á sjálf á sig í spegli? Mást ekki eftir honum? Hann alltaf með rauð spegil. Einmitt, hérna Nei, ég man ekki hvað hann heitir. Hann heitir eða hét hégómastrumpur í gömlu lattatalsendingunni í gömlu teiknimyndunum. En svo komst ég að því, bara nýlega, að í nýja tölvuteiknaða strumpadótinu sem er hrikalegt. Þá heitir hann bara fegurðarstrumpur. Nei. Jú. Vá. Ég er brjálæður. Vá. Var bara tekins ákvörðun það að fólk vissi ekki hvað hégómi var eða krakkar ætti ekki að þurfa að læra það. Veit ekki. Herðu, síðasta, loka spurning í dag. Síðasta er góðvinni þína. Hvaða fjölmiðill er það sem Rómverji gæti haldið að héti 505? Segðu þetta, hvaða fjölmiðill? Hvaða fjölmiðill er það sem Rómverji gæti haldið að héti 505? Nú er ég nú ekki mjög góður í þessum tölum, býtum við 505, það væri, nú veit ég ekki hvernig 100 er, en vaff er allavega 5. 505, já. Hvað er 0? Ég veit ekki. Hvaða fjölmiðl endar á vaff? Ef við komum bara þar? Já, vá. Rúf? Reyndar góð pæling. Ekki? Nei. Hvaða fjölmiðl endar á vaff? Já, D-vaff. Rúf er samt geðveikt. Ég er ekki voru að fatta það. Ég hugsa bara rúf. Já, D500. En já, þetta var þetta var allavega eitthvað. Þetta var eitthvað. Þarna vorum við með og aðdáendur ganga göflunum. Hlæja, skemmta sér. Já. Það er gaman að þessu. Núna og yfirleitt eru svona 2-3 saman í liði í barsvari. Já. Og þeir vita líka að þeir eru að fara í barsvars. Þú varst ekkert á þessu Þú varst bara einn í liði. Já. Og þú vissir ekkert að vera að fara í barsvars. Nei, og enda vissi ég ekkert eftir. Ég vissi bara ekki neitt. Ég get lofaði því að þetta var skemmtilega fyrir hlustendur heldur en fyrir þig. Nei, þetta var það sem að svona, fyrir utan spurningarna skilur við, mér fannst það skemmtilegt. Svona áhugavert dæmi. En veistu hvað, ég þarf aðeins að ég þarf að kveikja á ég þarf aðeins að kveikja tölvunni. Já. Ræsa tölvuna og svo ætla ég að tengja mig. Ég man svo vel eftir þessu. Tengja mig á neti Dingo, dingo, dingo. Hama. Sjá, er ekki að tengjast Jú, herru, ég komin inn. Herruðu. Já, maður er komin inn komið skilabóð allt á MSN. Nú, hvað varst það að fá sent? Herðu, ég var að fá áminningu. Ok. Að svona fortíð mína. Ok. Svona fortíðar eitthvað. Shit, hvað er spenntur. Var þetta ekki djúpt eða? Jú. Nei, þetta er ekki mikið fortíð. Þetta er ekki alveg MSN fortíð. Ok. Þetta er ekki þetta er meira svona djöfull er ég til að lesa MSN-loggana. Já, ég reyndi að komast inn á MSN finna það eitthvað tímann. Ég bara ekki fyrir mitt litla líf gæti ég mun að kemst maður inn á MSN í dag? Það veit ekki, nei, er það til? Já, ég tjekka það. Örugglega ekki til. msn.com. Herðu, að þurfum að tala MSN.
nú, hérna, þetta bara ég bara munna þetta núna, sko hérna, af því ég sé semst þú veist, Hulda að selja spili sitt, þannig að vinna, sko og þá fæ ég nafn, símanúmer og netfang. Já, var það með @msn? Já, nei, bara eitthvað nafn @msn.com. það er geðvikt. Ég hugsaði að þetta væri bara eitthvað rugl, en ég meina, þú ert búin að borga fyrir spili, þannig að hlýtur að vera með þetta. MSN. Herri, MSN er nú bara eitthvað. Þetta var keypt af einhverjum, manni. Já, ég man ekki hvað var, Hotmail eða Yahoo eða eitthvað. Microsoft. Keypti Microsoft þetta? Já, allavega merkt hérna MSN. Já, var þetta uppræðlega Microsoft? Þetta er ekki gott útvarp allavega. Já, þetta er allavega til. Já. Veitu það, herðu, ég sko ætlaði bara aðeins að svona gefa innsýn í mig. Ok. Og sko nú veit kannski fólk og þú að ég starfaði við það að flytja fyrirlestra. Ég byrjaði að flytja fyrirlestra og fór greitt fyrir það bara 2018 cirka. Fyrir þann tíma hafði ég mikið verið að koma fram, sem sagt ég náttúrulega menntaði kennari og vann í félagsmiðstöð og var ótt að halda foreldrafundi og eitthvað svona. Og í rauninni mætti segja að ég hafi kannski hætt svona næstu, ég var náttúrulega með fyrirlestur bara í síðustu viku eitthvað, en svona að starfa við það að flytja fyrirlestur, mæti henn á vinnustað og hér er hann mættur og Þorsteinn náttúrulega frá okkur eitthvað kallmennsku. Að sko það er ekki tískulingur? Nei, ég er ekki tískulingur og jafnréttismál ekki heldur. Nei, þau eru lumó. Já, það er bara liðin tíð því að það er jafnrétti í dag. Já. Ok, sem sagt ég er svona að spá hversu aftalega að fara, allavega í hvert einasta skipti sem að bara ég á bókaði með fyrirlestur og það var oft þannig að ég var með 2 dag, þú veist, þegar mest var, þá var ég bara, þú veist, með 2 dag, jafnvel 3, ég reyndar hætti að bóka 3 af því að ég var bara of þreyttur. En þú veist, þannig að ég var bara í hver einstu viku var ég með einhverja fyrirlestra og þannig var þetta alveg í 3-4 ár. Út á landi og allt? Já. Og stundum er þess að ég held að mesta sem ég gerði voru sko 7 saman daginn. Þá var ég út á landi og var bara 7 fyrirlestra? Já, og ég líka bara gerði það aldrei aftur. Ég gerði það 2 svar og svo bara aldrei aftur. Ég var sko viku að jafna mig. Ég var lasinn eftir það. Já, ég trúi því reyndar. En sko, það sem ég er að ætla að játa hér og gefa þér innsýn í sjálfa mig er, nú er ég semst haldinn fullkomnunar áratu og ég má ekki gera mistök og ég bara er mjög kröfuharður á sjálfa mig og er svolítið svona hvað ég segja, já ég er með svolítið ég ætla að segja svona réttlætiskennd og svolítið svart hvítur dálítið svona þannig að annarkvort er eitthvað gott eða það er vont, þú veist og í hvert einasta skipti sem að ég hélt fyrirlestur, við erum að tala á kannski 3-4 ára tímabili, það sem ég basically, þetta er bara það sem ég geri, ég vinn við þetta, ég kem fram að sko ég bara mæta Íslandsbanka eða eitthvað og svo eitthvað og alveg saman hvort það sé, þú veist 300 manns eða 20 bara ég er að fara að mæta og ég vissi náttúrulega aldrei í rauninni hvernig krátið var þannig séð þá var ég alltaf að fara að flytja eða performera besta fyrirlestur sem ég hafði haldið bara alltaf ég fer alltaf með það og ég var alltaf, ég ætlaði alltaf að halda athyglinni höllum, ég ætlaði alltaf að láta þetta flæða ógeðslega vel, þú veist, og maður gerir það að, þú veist, maður les salinn, stundum staldra maður lengur hér við og eitthvað svona, þannig að þetta er ekki bara vélrænt, þú veist, þetta er vissulega skipulagt og svipað efni alltaf, sérstaklega þegar ég var að beðin að flytja karlmennskuna, en það tilkynnti ég bara, ég var í hættu því, bara gat ekki meir, þú veist að flytja það efni, sko, já, þannig að ég var í hvert einasta skipti stressaður. Pældi því. Ég var alltaf stressaður. Bara alveg sama hversu oft ég hafi flutt erindið, alveg sama hvað ég var að fara að gera, hvort ég var að fara að hitta krakka, eða fullorðið fólk, eða flytja erindið á ráðstefnu, eða komin á starfsmannafund. Þú veist, ég var einhvern fenginn inn á einhvern stjórnarfund út á landi fyrir 10 manns. Þú veist, bara eitthvað chill, skilurðu.
ég var stressaður, ég bara í hvert einasta skipti var ég stressaður og og oft þurfti ég bara var ég bara með niðurgang. Já. Bara alltaf og ég vissi ekki magastress. Já, og ég vissi ekki hversu mikil áhrif þetta hefði á mig sko fyrir en að við ákvaðum að taka bara break ég og Hulda bara frá vinnu tókum bara, ég man ekki hvort það voru 6 vikur eða eitthvað og það var ekkert framundan og bara það svona sem venlegt fólk kalla sumafrí já, og bara það að gera það þá bara svona þannig að þá fattaði ég í svona 3 ár var ég konstant búin að lifa í stressi já, bara tensaður af því að ég var alltaf í huganum ok, ég er að fara inn í þessar aðstæður ok, það getur svona, ég var svona að þjálfa mig þannig að bara, svo mætti ég en síðan bara en lögu byrjaði þá var ég bara mættur skilur og þá er ég bara, en þá ég var alltaf svo geðvögt alert og alltaf svo geðvögt á tónum og það var leiðandi náttúrulega líka stundum þegar ég fekk kannski bara svona krútlegar einlega spurningar þú veist, þá var ég svo, að því að svo náttúrulega líka verið að lemja á mann sko fyrir utan að þá náttúrulega túlkaði ég oft krútlegar einlega spurningar sem gagnrýni eða árás fórst í aggression já, þannig að ég ger alveg þannig mistök en sko ég ætlaði líka bara að heimsækja sko aðeins fyrir mig af því að það er raunin alveg fáránlegt að ég hafi starfað við þetta og í rauninni er algjörlega fáránlegt að ég sé búin að vera að gera það sem ég hef verið að gera síðustu ár vegna þess að fyrir, ég ætla að segja tæpum 20 árum þá var minn mesti og stærsti og helsti ótti í lífinu svona fyrir utan kannski að deyja eða kóngulær eða eitthvað, nei ok ég var ekki alveg þar hættu við kóngulær það var álit annara að bara að einhver mislíkaði mig það var það sem ég óttaðist allra mest að einhver líkaði ekki við mig þú fórst í svona alvöru þjálfun í þeim efnum nei og svo bara þú veist, og við erum alveg að tala um þú veist það sem ég er búin að gera ég þarf ekki að útskýra það fyrir þér en þú veist ég er búin að vera að gera hluti sem er náttúrulega brjálæðislega óvinsalir tryggera alveg fullt að liði og aldrei einhvern veginn að hengja mig þú veist á eitthvað svona annað þú veist það er bara ég sem að útsetja mig fyrir óvinsældum og það er bara vinna mín það er bara búið að vera vinna mín þannig að þetta er svona áhvert og fyrir þann tíma var ég náttúrulega líka brjálæðislega feimin ég þolið alltaf að segja nafnið mitt í grunnskóla í alvöru? Já, ég var alveg ógeðslega feimin og lítill í mér og bara roðnaði bara ef að kennarinn sagði Þorsteinn en byrju, þú varst vinsælikrakkin í unglingadeild? Já, ég meina ég var náttúrulega líka búin að lýsa því að ég skil ekki hvernig ég varð ekki undir í svona félagslegri hierarkíu vegna þess að ég var bara lúði og þú veist, var bara lítill í mér og ekkert félagslega sterkur en var þú veist, ég teikaði skilur og svo einhvern veginn bara sko, ok, þetta er svona meira káttist en ég hélt en ég lærði í rauninni félagsfærni ég lærði í rauninni að maska eins og Hulda segir ok, hvað þýðir það? bara svona að svona setja á sig grímu já, setja á svið svona leikrit og ég áttaði með því að það er ógeðslega auðvelt að feika að vera til dæmis með sjálfstraust og þetta lærði ég í menntaskóla af stjúpappa mínum honum Valla sem að er, þú er hitt hann hún er saman að flytja sem er svona, já hvað er allt í drasslina maður þú veist, og bara eins og einhvern veginn náði í sófa til ókunnus fólks, ég fekk hann með mér og ég var svona, góðan daginn og hann bara, hvað, er bara verið þú veist, byrja bara með eitthvað rugg bara eitthvað ruggla í fólkinu og bara herðu, róluðu maður, þekkir þetta fólk ekkert þú veist, hann er svona og hann er búin að vera í lífinu mínu síðan ég var, þú veist, ég man ekki 11-12 ára þannig að sko þegar ég er síðan svona orðin, já, heilin er farin að þroskast og ég er svona tilbúin til þess að pikka þetta upp ég geri það svona cirka 17 ára þá fer ég bara að gera það sem ég sé hann gera og það er svona taka rýmið, taka plássið og svona skjóta undan þú veist, ég maður ekki nákvæð þetta var ekki svona með þetta ég bara, þegar ég líti baka og sé það er þetta sem ég gerði og ég veit hvaðan ég pikkaði upp þú veist, þetta er bara taktikinn hans
að vera einhvern veginn með svörin og grínið og og þannig að athyglin hún festist ekki á mér þar sem ég þarf einhvern veginn svona sitja í einlægni og vera ég eitthvað vanmáttugur þú veist, þannig að í rauninu má segja að já, það er kannski dýpri saga að ég hafi verið grunnurinn í mér út frá bara innrætinu mínu og svona, getum sagt tráma það voru kjör aðstæður til þess að maska með þessum hætti það voru allar aðstæður til þess og í rauninni líka eins og sálfræðingurinn minn sagði ekkert tímann þegar ég var að tala með stressi fyrir fyrirlestra og hvernig ég var að performera að þetta væri svona dæmigert fyrir mann eins og mig sem að hefði þessa lífsreynslu að í rauninni velja mér þetta að vera óvinsæll og vera hamast og bota og pikka Hvað? Það er bara eitthvað sem að hún vildi meina að það sé dæmigert fyrir einhvern sem að hefur þennan stóra ótta að fara svo í akkurat Nei, það er meira bara að gen ljónsins Já, nei, það er önnur saga við komum að því kannski síðar en já, þetta er svona Ok, þá langar mig að taka það aðeins hérna af því þú varst að tala sko að þú hefur alltaf verið stressaður fyrir þessa fyrirlestra og þú veist búin að vera í þessi 3-4 ár og ennþá bara að geta stressaður fyrir næsta fyrirlestra alltaf gæti ekki tengt minna við þetta af því að ég eins og þú veist er líka fullkonuna sinni og líka neginn svona sérstaklega allt sem fer út í mínu nafni eða nafni fyrirtækisins minns það, þú veist, ég ligg yfir því ég eyði allt og miklu tíma í hluti og þú veist það er einhvern veginn áserengin takmörk áserengin mörk þú veist, meiri segja segjum bara ég er að skila einhverju projekti af mér í vinnunni og ég er búin að segja heyrðu, ég áætla þetta marga tíma í þetta og ég fer með þetta marga tíma í þetta eða minna ég fer ekki yfir það skilurðu svo kannski eyði ég svona 2-3 tímum án þess að rukka fyrir það bara til þess að vera gjörsamlega vissum að þetta sé spotless þegar að ég fór ég ætla að þú veist höfum við báður reynslu og kennslu og þú veist það er ákveðin performance og þú veist það þjálfa mann í að tala fyrir saman hóp þó svo þetta séu innan gæsleppa bara börn eða bara unglingar þá er svolítið öðruvísi að tala fyrir saman hóp af fullorðna og ég var rosalega stressaður þegar ég fór fyrst í eitthvað þannig og það kannski reyndar, nei ég var ekki rosalega stressaður þegar ég fór að kenna fullorðnum en þegar aðstæðan voru þannig að þetta var gífurlega mikilvægur atburður og það var ekkert þetta endurtaka þetta, það var ekkert þetta byrja aftur ef eitthvað klúðraðist þá var það helvítis fokk og það eru giftingar sem að ég hef verið að sjá fyrst var ég alveg fáralega stressaður sko. Og einmitt bara með í maganum og allt í rugli en í dag bara það gæti ekki verið meira sama gæti ekki verið minna stressaður nei, það er magnað sko þú veist, ég kemst aðeins kannski bara rétt fyrir aðtöfn eitthvað, segjum þetta sé ykkur ferðamenn og það er ykkur ferðarskristofa með þetta og heyrðu, við glimtum að segja það eru 100 gestir þú veist, ég held kannski bara að vera 2 eða engir 100 gestir viðbröðin mín eru bara, já, skýtur engum máli við með þetta ég skil ekki hvaðan það kemur af því að þetta rýmar ekki við hitt ég skil ekki af hverju ég er svona slakur og þú ert að meina þetta í einlægni bara allir svona stage fright sviðskrekkur allt þetta er bara farið bara ekki til en það er mjög áhugavert af því að við erum með þessa svipuðu hvað maður segja, bakgrunn það er þetta mjög áhugavert hvernig þetta er ólíkt sko. Þetta er alveg svart og hvitt að því að sko ég er öfugt við þig en það er kannski tengist því að þú vinnur við texta ég vinn við performancein sem að þú reynda að gera líka en svona ég veit ekki hvort að svona einhvern veginn sjálfsvirðið þitt liggi meira í textanum og þess vegna sé það að valdaði meira svona því að þú overperformerar veit það ekki sko nei, ég bara ekki að bæla
Já. Og einmitt svona, já, og það eiginlega erfiðasta sem ég geri og það held ég við marga sem gera þetta, sem eru líka textasmiðir, texta- og hugmyndasmiðir. Það þú veist, getur þú gefið mér hérna svona nokkur svona góða fyrirsagnir og svona flott slókans. Það svo erfitt, sko. Aha. Ég ligg svoleiðis í því og mér finnst ekkert nógu gott. Já. Bara þetta er ekki nógu gott, Nei, þú varst svolítið þannig. Og svo þegar einhverjur aðri sjá það, þá bara, þetta er geðvikt. Og ég nei, þetta er ekki nógu gott. Hérna, vá, hvað, þetta rifjar upp hérna, semst við skrifum þessa heilu bók sem þú ritstýrir. Ég man ekki hvað það voru 100 og eitthvað blaðsíður, 200. En það sem var erfiðast og var bara, ok, Haukur, hann er bara, það er ekki hægt að vinna með þessum manni, sko. Það var baktextin, baksíðan. Káputextin, já. Kápan. Það bara, í alvörinni, það var aldrei neitt nú gott fyrir þig. Og meira þess að það sem var hérna, sko yfirleitt skrifa ritstjóran sjálfur. Takk fyrir að segja okkur það. Já. En ég var svona aðeins að kannski leifði ég mér miklu meira að eiga við hugmyndinar ykkar út af því að hérna, já, ég var með svona ákveðna hluti sem ég vildi að kemur fram. Já. En ég fann líka alveg ykkur að þið voru með svona ákveðna hluti sem að þið bara urðu að koma fram. Já, einmitt. Og þá var þetta smá svona back and forth. Já, en það því við vorum bara, já, þetta er geggjað, sendum á þig. Þetta er hrikalegt, segir þú. Svo bara ok, eitthvað, og ég man ekki hvort það var komið upp í bara 20 tökur eða meira, sko, þetta var aldrei nóg gott. Nei. En hérna, herðu, ef við ekki að kíkja í bókan? Kíkjum í bókan. Jæja. Það sem að hlustendur sjá ekki er að leið og þetta heyrist, þá dreif mig það. Þetta er mjög dramatíst. Og ég afhendi Hauki miðan og á þessu miða stendur. Þessi er ágættur. Herru, kannski segjum svona fyrir þau sem eru nýja viðtækjanum. Já, hvað við erum að gera? Já. Af því að það er bara einhver skrítin hljóð við að tala miða. Ef þetta er fyrsti þátturinn sem einhver að hlusta á, þá er bara hvað er að gerast? Hvað meina er með eitthvað? Hvað er eitthvað? Sko, núna erum við að draga úr innsendum, já, ég var að segja áskorunum, þrautum, vandamálum, lífsins viðfangsefnum. Frá hlustendum? Frá hlustendum, í gegnum annarkvæmt skilaboð, 2 kallar á Instagram eða í gegnum spurningabokk sem við hendum stundum 3 mönnum í loftið, eða Gundi gera það enda fyrir okkur. Gundi á gramminu. Já, Gundi á gramminu, hann sér þetta fyrir okkur. Að hérna, já, og við höfum núna, þegar hann byrjar að lesa, hann Haukur, nákvæmlega 5 mínútur og alls ekki meira til þess að lesa þetta. Þannig að Haukur, gjör svo vel. Hvenær og hvað varð til þess að þið fóruð að hallast af feminískum hugmyndum? Já. Undir þetta skrifar öfgafemmin í blokkinni. Það er einn á nágrönnum okkar. Akkurat. Hún er diggulhlustandi. Já. Og hún er uppáhaldsmanneskja minn í blokkinni. Það ekki. Við erum að fara í, byrju, er það ekki ég? Djúvel, þú lengi að kveikja, maður. Vá. Þú varst mjög lengi að kveikja. Ég var einmitt að fara að kveikja á tímanum. Ég ætla að kveikja honum núna. Herru, hvenær og hvað var til þess að þið fóruð að hallast að feminískum hugmyndum? Þetta er mjög einfalt svarað mér, enn þegar. Nei, byrjað þú. Ok. Það er kona mín. Það er kona? Já. Þið byrjið saman? Vá. Það er eitthvað erfiðara spurning enn þessi. Já. En hvað er hún búin að hafa lengi í lífinu þínu? Veistu það? Við byrjum saman, hvað var það? 2010. Ok. Já. Já, áhugavert. Og byrju bara þið byrjið saman og þú ert bara allt í núna feministi, eða? Nei, ég var bara... Þú varst náttúrulega að senda Hildi tölvupóst þarna. Já, 2011. Þá veistu hvernig ég er. Skil ekki hvað hún var að pæla að byrja með mér, sko. Vá, maður. Svo hérna
þetta gerist ekkert bara eina samræður eitt kvöldið, þetta gerist bara hægt og sígandi, ég fer að átta mig meira á því hvernig heimurinn virkar í alvörunni og svona fer kannski í fyrsta skipti á ævinni aðeins að hlusta á konur. Já, það rosa sniðugt, ég mæli með að menn geri það. Nei, ég mæli ekki með því. Getur enda illa. Já, og svo er þetta bara svona bara lærdómur, ekkert bara frá henni eða af henni, en hún algjörlega pivotal dæmi í þessu öll saman sko. Já, einmitt. Já, ég skil það vel með bara svo, hún svo bara fáránlega snjöll og fáránlegt að ég sé að tala þetta svona í podcasti en hún aðdáunarverð og ég tók mark á henni og ég hlusta á hennar svona tilraunir til þess að lýsa því hvernig að vera kona og hvernig ójafnrétti heimsins blasir við henni og öðrum konum. Akkurat. Og hægt og sígandi þá kannski fer maður aðeins að átta sig á því að hvað maður mikill forréttinda kall. Þannig að blasir við ef maður hlustar sko eftir því. En það náttúrulega bara í eðli forréttinda að taka ekki eftir þeim. Nei, það svolítið það sem þau eru. Já, þannig að maður fyrir okkur kalla, eins og svona okkur forréttinda kalla, þá þarf að eiga sér sko markvisst manualt átak og ég þarf ennþá að gera það, skilur við. Þráttur að hafa meistarapróf í kynjafræði, ég þarf ennþá að aktíft vanda mig við að hlusta, nema, sjá, þú veist, allt þetta. En svo ég svariði fyrir mig að ég náttúrulega bara hef lýst því svo ótrúlega oft og ég fór til dæmis yfir þetta í Bransasu Íslandsbanka. Núna þarf þetta að gera það á minna en 2 mínútum. Já, það voru 2 mínútur samt. Ok. Nei, það bara tengst naglalakki. Ég var að vinna í félagsmiðstöð árið 2014 og naglalakkaður og í dragi og eftir þetta kvöld, ég að setja mjög hratt, eftir þetta kvöld þá fer ég bara aftur í mín föt 2014 februar og ég get ekki hreinsa naglalakki af nöglunum af því að það var ekki naglarsreinsir og á þessum tíma þá voru strákar aldrei með naglalakk, þetta var bara eitthvað svona, þú veist, konur og hommar dæmi. Ég man í paniki, shit, hvað ég gera, ég var single, bjó einn og átti ekki naglarsreinsi, þannig að ég svona teka ákvörðin í einhverju paniki ég ætla bara að vera með þetta naglarakk, svona worst case eitthvað, bara ég vil bara vera með þetta naglarakk og ég vil bara óna og fer á óvinni marga staði, þessa helgi alltaf með naglalakkið og viðbröðin frá fólki í búð, hversu mér fannst þetta óþægilegt, foreldrum mínum, vinum mínum og bara fólki út allt fekk mig til þess að staldra og hugsa af hverju þetta svona? Af hverju fólk alltaf að spyrja mig hvort ég sé að koma út úr skápnum eða benda mér á þessi með naglalakk? Af hverju? Þetta bara naglalakk. Og þetta var bara upphafið að þessu femíníska ferðalagi sem ég ennþá á. Hvernig þetta? 2014. Og þarna byrjaði ég bara, ég fer og spyr vinkunum mína, eina femínistan í mínu lífi þá, Unni Gísladóttur, framhaldsskólakennara, og ég bara, hvað að frétta? Hvað þetta? Og hvað þetta? Og hún eitthvað, já, herðu, sko, við erum að tala feðraveldið og karlmennsku. Ég haf aldrei heyrt þessi hugtök, sko. Þar byrjum við erum að tala bara fyrir 11 árum síðan, sko. Fram að þeim tíma var ég bara fótboltasjómli sem að bara don't give a shit, sko. En þetta þú veltir út í þessar pælingar út frá því að hafa keppt í drag. Já, eða í ykkur flippi, í ykkur dragi. Flippi. Í félagsmiðstöð. Fyndið. Þetta voru 5 mínútur. 5 mínútur eru búin að núna. Já, kallið minn. Þá vitið þið það. En femíníska ferðalagi nú svo sem lengra en þetta og flóknar. Við kannski tökum það ekkert fyrir. Já. Femíníska ferðalagi okkar. Já. Svona, ég kallaði stundum að velja femínísku hakkavélina. Ok. Af því að, þú verður að velja hana, skilur við. Já. Þú getur ekki verið kall eitthvað ofnbjörn feministi nema þú veljir hakkavélina. Velja vesen. Þú ert bara að velja þín að hana og Það er kannski að velja sko ákveðið hraðar stillingar á hakkavélinni sko. Já, það er náttúrulega mjög... Þú getur farið á full blast, getur skrúðan upp í 11 eins og þú tókst. En ég held að margir af þeim sem eru að hlusta þurfa kannski ekkit endilega að stilla á 11 en geta samt
lagt sitt á vogarskálunar og jafnvel bara hort á hana og látið hakka sér smá jafnvel bara hort á hana til að byrja með já. bara já, hvernig sé hakka vel Já. hvað merkir þetta? Af hverju er hún? Af hverju er hún hakka vel? Já. Haukur, það var nú gaman að vera með þér í dag Já, ég vildi ekki sagt það sama Aha. Nei, ég segi svona ekki vera svona mikið Sorry ef við setti svona mikið on the spot í hraðaspurningum ekki hraðaspurningum í pubquizinu veistu, ég er ekki að hlýta liðið í mér hvað ég er heimskur ég var bara hefna mín fyrir Linda og Draga já, takk fyrir það það var bara mjög gaman að því